Við tölum hér áðan hefndarför feðganna Sighvats og Sturlu út í Grímsey til þess að hefna sín á biskupsmönnum sem höfðu drepið elsta son Sighvats og bróður Sturlu. Þar frömdu þeir þannig óhæfuverk gagnvart biskupnum og ekki síst þessum prestum tveimur sem þeir létu gelda þar út í eyjunni að nú var sett á þá stórt bann sem var stórt mál fyrir kaþólska menn og þetta bann var ekki frá íslensku biskupunum sem hefði verið nógu slæmt, heldur sjálfum erkibiskupi Norðurhafa sem að sat í Niðarósi í Noregi. Hann var svo hátt settur að til þess að losna undan því banni þá var í rauninni bara einn maður sem var honum ofar sem þeir gátu leita til og það var sjálfur páfinn í Róm. Þannig að það sem blasir við feðgunum að þeir þurfa eiginlega að halda af stað í langferð suður til Rómaborgar til þess að fá lausn sinna mála. Sighvatur þegar þarna komið sögur aftur orðin roskinn, sá glaðbeitti og skemmtilegi maður eins og honum lýst, en svoleiðis að sonurinn Sturla, hann ákveður að leggja í þessa för upp á eigin spýtur og taka út þær ráðningar sem að þeir þurftu að láta yfir sig ganga feðgarnir, taka það út á sjálfum sér. Hann heldur nú á stað í þessa miklu ferð, siglir fyrst til Noregs og þegar þangað komið og þessi tignarmaður og frændi Snorra Sturlusonar þangað kominn að þá nær hann konungsfundi við Hákonarson konung sem seinna var kallaður Hákon gamli til aðgreiningar frá sonarsyni sínum sem að seinna komst til valda var þá kallaður Hákon ungi. Hákon gamli búinn að vera konungur nokkra hríð án þess að hafa völd vegna þess að hann var barn eða unglingur á aldri, nú hann komið til fullorðinsára og það hann sem að Sturla Sighvatsson hittir. Hákon konungur hafði þá strax, rétt eins og þeir Noregskonungar, nokkurn hug á því að ná völdum yfir Íslandi og Íslendingum, gera þá sér skattskylda af það sem meira kaþólska kirkjan, sú valdamikla heimsstofnun, hún leit svo á að það væri öllum þjóðum og öllum mönnum skylt að lúta einhverjum konungi. Þannig að það væri rauninni óhæfa að Íslendingar væri konungslausir. Þeir ráðslaga þetta nú með sér, Sturla og Hákon konungur, og eflaust hefur það komið til tals að Sturla myndi í umboði konungs gerast hans maður á Íslandi og leggja landið undir Noregs konungsveldið. Sturla heldur síðan áfram sem leið liggur þá löngu ferð suður til Rómaborgar og segir ekki ferðumanns fyrir hann kemur þangað að það þarf hann að taka út ráðningu til þess að losna undan þessu banni og eins og segir í sögunni honum var ráðið fyrir höfuðdyrum eða fyrir dyrum allra höfuðkirkna í Rómaborg. Hann var leiddur þar á milli og náfrændi hans og nafni Sturla Þórðarson sem þessu lýsir segir í frásögninni af þessu að mörgum og Rómaborgarbúum hafi þótt hörmulegt að sjá svona fríðan mann jafn illa leikinn því hann við sjálfsagt verið sleginn með svipum á bök og á bak og máttu ekki vatni halda bæði menn og konur yfir því sem að þau horfðu þarna á. Eftir þetta þá sem hann ber að sjálfsögðu vel og karlmannlega Sturla Sighvatsson þá heldur hann á ný til Noregs en á ný eiga þeir í miklum samræðum hann og Hákon konungur og þegar hann heldur af stað heim þá lítur út fyrir að hann hafi gert það samkomulag við konung að leggja undir sig landið og reka aðra höfðingja landsins úr landi eða ryðja úr vegi á einhvern annan hátt.